kærleika í kinn. Smyr höfuð mitt með þinni helgu olíu. Gjör mig styrkan svo þér ég syngja megi ljóð. Lát mig ekki lýjast en dáðir leið mér drýja, svo allir fái heyrt og séð þín undramátt. Ást þín hún aldrei dvín mig skín, minn hug fyllir frón. Klæð mig í brynjur réttlætis, set á mig fúsleikans skjól. Kom til mín Jesús og planta í mig anda þinn. Kom og blás mér þínum kærleika í kinn. Smyr höfuð mitt með þinni helgu olíu. Gjör mig styrkan svo þér ég syngja megi ljóð. Lát mig ekki lýjast en dáðir leið mér drýja, svo allir fái heyrt og séð þín undramátt. Ást þín hún aldrei dvín eilífð skín. Minn hug fyllir frón. Klæð mig í brynjur réttlætis, set á mig fúsleikans skjól. Ást þín hún aldrei dvín eilífð skín. Minn hug fyllir frón. Klæð mig í brynjur réttlætis, set á mig fúsleikans skjól. Klæð mig í brynjur réttlætis, set á mig fúsleikans skjól. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the name.
Að syngja hérna hluta af lagi sem að treystum okkur ekki í það alveg allt, en við ætlum að syngja hlutan og það er, við ætlum að lofa Guð og þakka Jesú, og það snýst það að þakka Jesú fyrir það sem hann gjör. Þakk þér Jesús fyrir blóðið þitt, þakk þér Jesús líf mér gaf þannig, þakk þér Jesús frelsi fékkstu mér, færðir mig úr myrkri inn í ljósið þitt. Syngjum bara texta aftur. Þakk þér Jesús, þakk þér Jesús fyrir blóðið þitt, þakk þér Jesús líf mér gaf það líf, þakk þér Jesús frelsi fékkstu mér, færðir mig úr myrkri inn í ljósið
Takk, Jesús. Takk, minn drótti. Drótti, ég ber að biðja að opna augu okkar og allra fyrir því hvað þú gerðir. Jesú, gefa okkur andleg augu og fáum séð. Amen, góðan dag. Lofa sé Guð og Faðir okkar drottins Jesú Krist
fyrir hans dýrlegu náð og vegsemd sem hann hefur gefið okkur. Mér langar aðeins að nota þennan tíma til þess að tala við okkur um eitt merkilegt mál. Þau eru rosalega mörg merkileg í Biblíunni og ég er svona bara að pikka eitt út og ég ætla að tengja saman það sem að Páll postuli tala við Galatamenn og það sem að Móse er að segja við okkur Jakob. Og þegar við tengjum þetta saman þá ætlum ég aðeins bara að fá að renna með ykkur, ef þið komið með mér í Galatabréfið. Þetta er ekki stór kafli. Þetta er kafli þar sem Páll postuli er að tala Galatamennina að þeir hafi fengið ákveðna opinberun. Það er 4. kapituli og þá segir Páll með þessum frábæru orðum að Galatabréfi 4:21 segir mér: þér sem viljið vera undir lögmáli, heyrið þér ekki hvað lögmáli segir. Ritað er að Abraham átti 2 sonu, annan við ambáttinni en hinn við frjálsu konunni. Sonur við ambáttinni var fæddur á náttúrulegan hátt, en sonur við frjálsu konunni var fæddur samkvæmt fyrirheiti. Þetta hefur óeiginlega merkingu. Konurnar merkja 2 sáttmála. Annar er sá frá Sínaí fjalli og elubörn til ánauðar. Það er Hagar. En Hagar merkir Sínaí fjall í Arabíu og samsvarar henni núverandi Jerúsalem því að hún er í ánauð ásamt börnum sínum. En Jerúsalem sem í hæðum er frjáls og hún er móðir vor því að ritað er ver glöð óbyrja sem ekkert barn hefur alið. Sjá hvernig Páll postuli tengir saman sáttmála og borgirnar 2. Sáttmálarnir eru 2, annar er gamli sáttmálinn og hinn er nýji sáttmálinn og við erum þjónar nýja sáttmálans. En borgirnar þær tilheyra önnur gamla sáttmálanum sem elubörn til ánauðar. Og hver sér ekki ánauðina sem er í kringum okkur í dag? Hin borgin er Jerúsalem sem elur börn til frelsis, blessunar, lækningar, svo við fáum allt aðra útkomu úr þeirri borg sem er á hæðum heldur en hinni sem er hérna á jörðu. Og svo merkilegt sem það er, þá sjáum við að fréttirnar í dag, það sem þið heyrið fréttir, pólitík, styrjaldar ástand, kringumstöðar á Gaza og Jerúsalem, þetta er allt saman tengt borginni í ánauð hér á jörð. Gyðingarnir eru ennþá í ánauð og við sleppum ekki fyrr en sá dagur kemur að meistarinn sjálfur mætir. Og það er bara rosalega stutt í það. Það veit engin daginn eða stundina, en það er allavega mjög stutt í það. Næsta sem ég vil fara inn í með ykkur, það er sonur Ísaks, Jakob, og þá förum við 1. Mósebók og ég ætla að fá að nota samskonar upplýsingar sem ég sé bæði Pál postuli notar gagnvart Galatamönnum og sáttmálana 2 og ég ætla að nota Jakob og konurnar 2. Því að konurnar 2 sem Jakob giftist, það voru Labans dætur og þær voru báðar mjög merkilegar, svona sagnfræðilega séð. Það var þetta mjög merkilegt og við höfum ástæðu til að segja að það eru fyrirheit sem birtast í þessum sögum. Og þá ætlum ég biðja ykkur að koma með mér í 1. Mósebók og ég ætla að fara með ykkur í 27. kapitulan og þá er Jakob og Esá, bræðurnir 2, þá eru orðnir fertugir, ógiftir menn, fertugir menn, en konan eða foreldrarnir hafa bara áhyggjur af því að strákarnir, þeir eru ekki ennþá búin að festa sig kvenfang. Og það er eins og allar góðar mæður, þær vilja að börnin sín giftist góðum aðilum, ekki satt? Það er ekki alveg sama hverju við giftumst, það þarf að vera svona friður í fjölskyldunni. Ég man að þegar ég var að stíga í vængi við eiginkonu mína, þá voru svona menn að skeggræða, bíddu nú við, hvað er þetta að hugsa? Og menn voru með alls konar skoðanir á henni,
af því að þeir þekktu að hvaðan ég kom. Og það svona í þeirra hugmynd var að hún passaði ekki inn í mitt munstur. Og þetta bara mjög algengt fyrirbæri. Þú passar ekki inn í munstur þess sem að jafnvel vill biðja því. Og við spekulerum, ég man það þegar Kitty giftist henni Dísu, þá sögðu menn, vá, sá heppin, hvað sér hún við Kitta? Við erum svona mennirnir, við spekurum í hvað að gera til kringum okkur. Svo náttúrulega líða bara árin og svo það þannig í dag hjá okkur Kitta að ég get ekki hugsað með Kitta öðru sem Dísu og ég get ekki hugsað Dísu öðru sem Kitta. Það bara til vandræði að þau eru sitt í hvora lagi. Tengingarna verða svona. Nú kemur að því að Rebekka, hún bara að tala við mannin sinn. Og það niðurstaðan í 27. kapítóla 1. Mósebókar. Esau að fertugur aldri, þið vitið Esau og Jakob, þetta eru tvíburar, þannig að þá Jakob líka fertugur, svo við getum alveg byrjað þar. Þeir voru fertugur aldri. Þá gekk hann eiga Júdít, dóttur Hetitans Beri, og Basmat, dóttur Hetitans Elons. Báðar dætur Hetita. Þetta neðsta síðasta versið, 34 og 35. Og svo kemur 35. versið. Og var þeim Ísak og Rebekku sár skapraun að þeim. Engin friður í hjónabandinu. Öll fjölskyldan var komin í uppnám. Það var ekki alveg sama hverjum Esau tengdist. Og nú byrjuðu ráðstafanirnar. Og bæði Rebekka og Ísak töluðu saman. Nú látum við Jakob ekki lenda í samskonar súpu. Nú rettum við málunum. Og það var einsinni sagt við okkur í Vestmannaeyjum, já það náttúrulega engin vandi fyrir ykkur að ná ykkur í konur, því bara fara til forstöðumannsins og segir, mér langar að fá að kíkja í albúmið. Þá átti forstöðumann að vera með albúmið með þessum stúlkum sem voru gjafvaxta og voru konur á giftingaraldur og við gáttum bara flett upp og sagt, já, þessi laus, þetta panta þessa og þar með var búið að retta málunu hjá okkur. Og svo vorum við að gera grína að einu sinni og það var árshátíð í söfnuðinum. Heldur að stelpurnar kom ekki upp og gef okkur þetta albúm. Þetta enn þann dag í dag til. Mjög skemmtileg eign í safnaðarhislunum. Alla stelpur sem voru lausar upp á 1990. En svo það alla giftar í dag. En fólk trúði þessu að forstöðumaðurinn, hann hefði bara albúm og svo ef mig vantaði bara að giftast, þá kæmi ég bara til að segja, Kitty mín, má ég giftast núna? Og þar með myndi bara að redda með málunum. En málin hafi ekkert verið svoleiðis, aldrei. Við höfum alltaf beðið Guð að leiða okkur áfram, en við erum kannski ekkert endilega að vera trúður á mörgum stelpum. Við förum mjög varlega. Við viljum að stúlkurnar fá að njóta virðingar. Við viljum fá að eiga samfélag við góða stúlkur og þær verði án þess að það verði einhverjir mannlestir á meðal okkar. Það það sem við viljum. Rebekka og Ísak voru alveg eins. Þeim var ekki alveg sama hvert drengirnir fóru. Svo kemur að því að þegar við lokum 27. kapitulanum, komdu með mér í kapitla 27, vers 46 og 47, þá segir Rebekka, þá eru liðin einhver ár, við vitum ekki hver mörg ár, allavega einhver mánuði, þá segir Rebekka, og þetta niðurstaða Rebekku, Rebekka mælti við Ísak, ég orðin leið á lífinu vegna Hets dætra. Kannast eitthvað við svona ástandi í fjölskyldu sinni? Að það bara erfitt að eiga tengdadóttur eða tengdason. Það bara allt í klessu. Það sem fylgir þessu fólki bara heilmikil upplausn. Og Rebekka viðurkennir þetta frammi fyrir Ísak og frammi fyrir Guði og hún segir, ég orðin leið á lífinu vegna Hets dætra. Ef Jakob tæki sér konu slíka sem þessar eru, meðal Hets dætra, meðal hérlendra kvenna, hví skyldi ég þá lengur lifa? Þá var bara dauðinn næsti kostur. Og þetta mjög algengt ástand í dag. Óhamingja innan fjölskyldnanna bara allt of algengt á meðal okkar. Við erum bara að heyra þetta út allt land að það óhamingja, hjónaskilnaðir,
tvistringur og það meira minna brot í fjölskyldum út af einhverju og við ráðum ekki við þetta. Þetta var á dögum Ísaks, Rebekku, Esau og Jakobs. Svo að hvað var hægt að gera í þessum málum? Landið sem að Ísak og Rebekka bjuggu í var allt saman útvaðandi af Kananítum, Hetítum, Jebúsítum og Girgasítum og öllum þessum þjóðum. Það var nóg til af þessu. Það voru líka til fallega stelpur af þessum kynstofnum, en þeim var ekki alveg sama hvert Jakob færi. Og nú það svoleiðis að í sögu Jakobs og Esau muniði, þá sagt að var spádómur sem sagði frá því að hinn yngri myndi þjóna hinum eldri. Og að Guð, hann myndi blessa þann yngri, svoleiðis að Guðs blessunin kæmi þar fram. Og svo merkilegt sem þetta þá vitið þið hvernig Jesús Kristus svaraði gyðingum. Þeir komu eins til Jesú og þeir spurðu hann, Jesús, má skilja við konu sína? Og Jesús hann svaraði, hafið þið ekki lesið að Guð gjörði þau karl og konu og svo framvegis, og hann notar alveg hiklaust lögmálið og segir við okkur að Guð hann hafi skipulagt hjónabandi þannig að það eru bara 2 kyn, það er karlkyn og kvenkyn og karlinn giftist konunni og konan giftist karlinum. Og þannig verða bara, þannig heldur lífið áfram, kynslóð fram af kynslóð. Í dag víst kennt í Háskóla Íslands að kynin séu bara hvorki meira en minni heldur en 72, sumir segja jafnvel 77, en þeir hafa bara fundið 2. Fyrir allt hitt hvað. Og við stöndum frammi fyrir þessari upplausn. Við stöndum frammi fyrir því að það eru alls konar hugmyndir í gangi, meiri sé að búin að fá stimpil háskólans. Það eru doktorar í svona málum. Það eru svo sprenglærðir og hvað getur við sagt? Við höfum bara Biblíun og treystum henni og segjum bara Guð segir hver tekur mark á Guði. Og það eitt af atriðunum sem var svo erfitt fyrir Ísak og Rebekku að þjóðirnar sem Esau var að kynnast, það tók ekki mark á Guði almáttugum. Þær þekktu hann ekki, þær höfðu aðra guði, þær voru með allt annan skilning og þær fóru allt aðra leið. Og Esau, hann valdi sér konu úr svona ranni og þetta var til þess að það var komin vandræða ástandin í heimili Ísaks og Rebekku. Og nú átti að bjarga Jakob. Jakob sendur í burtu og hann sendur til þess lands þaðan sem að í raun og veru Abraham kom. Abraham, Ísak og Jakob. Og sjáu hvað þetta líka athyglisvert þegar við tölum Abraham, Ísak og Jakob. Að þá talar Jesus einmitt Guð almáttugan sem Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs. Þannig að þetta eru burðarstólpar í því að flytja okkur boðskapinum hvernig Guð almáttugur Fylgjum nú aðeins Jakob eftir. Förum inn í sögun hans. Komið með mér, ég ætla að fara með ykkur inn í 28. kapitulan hjá 1. Mósebók, 47. versið. Og þá, byrjum á 13. versinu, af því að þá komum við inn í það að Jakob sendur að heiman og þá á hann að fara til fóstu eða föðurlands þaðan sem Abraham kom. Á leiðinni þá leggur hann sig og hann leggur sig og fær þarna draum þegar hann sefur og það draumur Jakobs í Betel. Þá fær hann þess á stigan og þið getið lesið þetta frá 10. versinu. Ég ætla bara að fá að kvóta eða íta á 13. versið. Það sem segir, og sjá, drottinn stóð hjá honum og sagði, ég drottinn Guð Abrahams, föður þíns og Guð Ísaks. Landi sem þú hvílist á mun ég gefa þér og niðjum þínum. Og Jakob fær að vita þetta í draumi, landið frátekið. Það alveg sama hverjir búa í landinu, landið frátekið fyrir þig og niðja þína. Í dag ennþá verið að deila þetta land. Í dag heil heimsbyggð, Sameinuðu þjóðirnar, utanríkisráðherra okkar, ef að nefna fleiri, allir utanríkisráðherrar á Norðurlöndunum, þeir eru að hvetja til þess að fólk sameinist, ríkisstjórnin sameinist til að samþykkja Palestínu og tvístra landinu, skipta því.
sem Guð vildi aldrei. Þetta pólitíkin í dag. Og sjáu þið, þessi saga sem við erum að lesa Jakob, sjáu þið hvað hann tegir sig inn í okkar kringumstæður, inn í okkar tíma. Skildi vera að við sem trúum því að Guð almáttugur, hann hafi gefið gyðingum þetta land, skildi það vera að við þurfum að segja já, það verður bara svo. Sá eitt sem ræður, sá eitt sem á. Og Guð á þetta land og Guð skiptiði og gaf gyðingum landi. Jakob fekk þetta í draumi og mér finnst líka merkilegt að hann skulle vera myndur á þetta í Betel. Ég hef kallað Snorri Betel af því ég tilheyrði Betel söfnuðum í Vestmannaeyjum og það var aldeilis oft á tíðum styrri kringum Betel. Það var ekkert endilega stríður straumur fólk sem kom inn í Betel. Það voru 3 tröppur upp. Þetta voru hæstu tröppurnar í Eyjum. Það var alveg gríðarlega erfitt fyrir fólk að koma inn. Og ég man þegar ég var að fara með vini mínum á samkomu, þá byrjaði hann á því að segja, heyrðu, farið þetta út á götu og athugu hvort að ykkur er að koma. Og við fórum út á götu og við lítum upp og niður og sögum, nei, það er enginn að koma. Þá tók hann harðasprett, hljópi yfir götuna og upp á Faxastíg. Og er ykkur hann á Faxastígnum? Nei, það er enginn, það er bara við. Og þá hljópa hann að Betel og snaraðist inn. Hann var svo feginn, það sá hann enginn. Svo við vorum að velta fyrir okkur, hvað var svona hættulegt við þetta? Allir í kring, allir sem að bjuggu þarna í kring, þeir voru með andlit út í glugga og það var alveg hiklu spurt, nú er þessi farin að koma í Betel, er ykkur vandrað hjá þessum? Hvað á hann í vandrað með drykkjuna núna? Það var bara fólk með drykkjuvandamál, eða hjónabandsvandamál, eða ykkur önnur vandamál, eða helst geðræn vandamál, þau máttu koma. En hinni heilbrigðu, þeir þurftu ekki að koma í Betel. Þeir þurftu ekki að vita hvað Biblían sagði. Þurfum við að vita þetta í dag. Og sjáu þið pólitíkina, Þorgerður Katrín, hún þarf að vita hvað Biblían segir landið, hvað Guð segir að skipta landinu. Þetta er bara ekki samþykkt af Guði almáttugum. Og þið getið lesið Jóel 3, hvað verður þessa þjóðir sem skipta landinu. Þetta er eitt af sakarefnunum sem verða til þess að þjóðirnar verða kallar á Ísraels fjöll. En förum ekki út í það núna, ég get tekið þann biblíulestu seinna. En við fylgjum Jakob eftir. Hann vaknar eftir væran svefn og draum og við getum séð og lesið drauminn að þegar hann vaknaði að þá er alveg greinilegt í 17. versinu og ótta sló yfir hann og hann sagði hversu hræðilegur er þessi staður. Hér er vissulega Guðs hús og hér er hlið himinsins. Jakob komst að þessari niðurstöðu. Í landinu sem hann lagði sig, þá var þetta hræðilegu staður. Og sjáu hvernig þetta fer saman, einn af þessu hræðilegu stöðum, þessi söfnuður er til dæmis dæmi hræðilega stað á Suðurnesjum. Þið sjáu það er ekki margir sem komingað, bara við, og það eru samt fá sæti laus. Við eigum þetta til að fólkið hræðist það sem það þekkir ekki. Fólk hræðist allt það sem hann tengist Guði almáttugum. En Jakob, sem hafði dreymt þennan draum, hann viðurkennir að þetta er hræðilegu staður að því Guð hafði vitjast honum. Nú komum við að því, hann heldur áfram sinni ferð og þá erum við í lok, við erum komin svona af 14. versinu í 29. kapitula, þá hafði hann hitt dóttur Labans Nahórssonar. Og það kemur fram í þessu versi, ég ætla að fá að fara með ykkur inn í 11. versið, þegar hann sér Rakel, dóttur Labans, bróður síns eða frænda. Rakel var með búfé og það er Jakob sem að opna fyrir búféð svo það hann getur brýnt því og hjálpað henni til þess að búféð fái nóg að drekka. Svo segir í þessari sögu, 13. versið, en Laban fekk fregnina Jakob, systurson sinn, gekk hann skjótlega á móti honum, faðmaði hann að sér og minntist við hann og leiddi hann inn í hús sitt. En hann sagði Laban alla sögu sína, þá sagði Laban við hann, sannlega ertu hold mitt og bein, og hann var hjá honum heilan mánuð. Þetta lofa góðu. Frændurnir hittast og við getum séð bara
Jakob er komin í öruggt skjól hjá móðurbróðum sínum og það er bara allir sem taka á mótunum en sagan heldur áfram. Og svo þegar við komum að niðurstöðu þessara sögu, þá var Laban alveg ferlega viðsjárverður maður. Því að það kemur, aðeins að bara stytta mál mitt, þá ætla ég aðeins að fá að segja ykkur þetta í 1. Mósebók 31. Þá er svolítið stór þáttur sem kemur fram. Það er 41. versið. Þá segir Jakob þetta við hann. Hann segir, fara í vers 40. Ég átti þá ævi að á daginn þjakaði mér hiti og á nóttunni kuldi og eigi kom mér svefn á auga. Í 20 ár hef ég nú verið á heimili þínu. Hef ég þjónað þér í 14 ár fyrir báðar dætur þínar og í 6 ár fyrir hjörð þína og þú hefur breytt kaupi mínu 10 sinnum. Þetta var Laban, þetta var móðurbróðir hans. Sjáu hvers konar kringumstæður þarna voru. Þó að Jakob hafi komið inn til móðurbróður síns, þá var hann ekkert öruggur pappír. Þá var ekkert örugt í hendi það sem hann sagði. Og við eigum þetta alveg til sjálf. Við kynnumst mönnum í gegnum söfnuðinn sem ekkert endilega öruggir pappírar. Við þurfum átt okkur á því að mennirnir eru mjög sviksamlegir. Hvernig var Jakob sjálfur? Hvernig plataði hann blessununa út úr föður sínum? Muniði það? Hann klæddi sig í skinnið og leyfði föður sínum sem var orðinn sjóndapur að koma og þreifa á sér og hann segi, já, vissulega þetta hendur Esau en röddin er Jakobs. Hann var að leita blessunarinnar sem hann átti að fá. En þurfti hann að svíkja, þurfti hann að plata. Honum fannst það. Og hvernig brást Jakob síðan við Laban þegar Laban var alltaf að svíkja hann launin. Það kom upp svo staða hjá þeim að Laban og Jakob voru sammála því að launin sem að Jakob fengi væru flekkóttu kindurnar og flekkóttu geiturnar. Allt sem var flekkótt það fengi Jakob, allt sem var í heilum lit það yrði Labans. Og Laban sá það að bara hjörðin hans, hún bara minnkaði og minnkaði og minnkaði því það var alltaf meira og meira flekkóttar kindur og flekkótt lömb sem fættust. Og hvað reyndi hann ekki? Jú, hann hafði sagt frá því í Biblíunni, ég ætla ekki að lesa þetta innan núna, bara innan bókar. Ég ætla bara að segja ykkur, hann meiri segja bjó til svona strimla með mislítum og flekkóttum svona dílum og lagði þetta fyrir kindurnar þegar komu að vatninu. Svo þegar kindurnar sáu strimlana með mismunandi dílum, þá áttu þær að vita, nú fæði ég flekkótt lömb. Það hafði svo sem engin áhrif. En Jakob gerði þetta. Þetta var liður í þeirri viðleitni að reyna að plata Laban. Sjá við honum. Og var það við hæfi Guðs þjóns? Nei. En þetta gerði það samt. Svo kemur að niðurstöðinni og sjáu þið í 31. kapitúlanum í þessari niðurstöðu. Ég ætla að fá að fara með ykkur í 41. versið. Það er alveg stórmerkilt það sem að segja hérna. Í 20 ár hef ég nú verið í heimilinu og ég hef breytt kaupið þínu. Og svo segir hann líka, hefði ekki Guð föður míns, Abrahams, Guð Ísaks, ótti, liðsýnt mér, þá hefði þú nú látið mig tómhentan burt fara. En Guð hefur séð þrautir mínar og strit handa minna og hann hefur dóm uppkveðið í nótt var. Þá kom svo niðurstaða að Jakob fékk að vita að það var að Guðs ráðstöfun að allar flekkóttu kindurnar báru flekkótt lömb og allar geiturnar báru flekkótt kýð. Og þetta var til þess að Jakob bara eignaðist hjörðina en Laban hann tapaði. Hversu oft þetta þannig að við ætlum að hjálpa Guði ef að blessunin okkur heitið, þið vitið, okkur sagt að Guð muni lækna okkur, frelsa okkur,
leið okkur. Hvað gerum við til þess að flýta för? Við erum bara óþólum og segja, hvað, á ekki sárið að lagast? Hvað, á ekki meini að vera búið? Hvað er Guð núna? Og Jakob þurfti einmitt að reyna þetta, að það var á Guðs tíma sem þetta allt kæmi fram. Nú gerðist það hjá Jakob. Hann var kominn að því að búin að fá nóg af Laban. Búin að eignast 2 konur, það var Lea og það var Rakel. Nei, Rebekka. Hvað gerðist þá? Þá gerðist það að allt í einu þá kom bara ferðalöngun heim. Guð talaði við hann og sagði, Jakob, nú er bara komin tími til að fara heim. Og áður en Laban vissi af, þá er bara Jakob lagður á stað og hann tekur allt liðið með sér. Alla hjörðina, öll börnin og barnabörnin, og þetta var allt komin að stað til að fara á Ísraels fjöll, til að fara til þess land sem Guð hafði lofað að gefa Jakob. Og við stöndum frammi fyrir þessu. Konurnar, Lea, því að Jakob hann var líka kallaður Ísrael, og það var svoleiðis að við getum sagt að konurnar hafa merkilega stöðu. Önnur tilheyrir gamla sáttmálanum og er eins og gamli sáttmálinn hefur verið, með dauf augu og ekki beint álítlegu sáttmáli. Það var gamli sáttmálinn. Hin nýja, sem hann elskaði, hún var fögur á að líta og glæsileg, og Jakob valdi að vinna fyrir hana í 14 ár. Hún var alveg þess virði. Það er eins og konan nýja sáttmálans. Það er eins og konan sem þú tilheyrir, sem er söfnuðurinn, sem fer að mæta drottni Jesú Kristi. Við erum að sjá þessa mynd birtast bara í sögu Jakobs, sögu trúarinnar, að Guð opinbera fyrir okkur það sem er í gangi. Að síðustu þetta. Þá er það þannig að við stöndum núna frammi fyrir mánaðamótum. Þetta er síðasti dagur ágústmánaðar. Það er að byrja september á morgun. Í þeim septembermánuði þá munum gyðingar fagna 9 ári. Vitið þið það? Það er svoleiðis að yfirleitt er það þannig að þetta nýja ár sem gyðingar fagna, það svona oftast nær kemur upp í október, seint í október. Það er dagur sem er kallað Rosh Hashanah. Og til þess að megið áttugur á þessum degi, þá ætlum ég að fá að sýningu fram á þennan dag í 3. Mósebók, og við skulum fara í 23. kapitula, vegna þess að þetta var bara dagur sem hafði þau einkenni, og það er svo merkilegt með þennan dag, Rosh Hashanah. Þetta er dagurinn sem gyðingar kölluðu gjarnan, dagurinn sem enginn þekkir, sem Guð einn veit. Og þetta er notað í tengslu við það þegar Jesús kemur. Enginn veit daginn að stundina, kannast við það. Þetta var einkenni á þessari hátíð, að gyðingarnir sögðu, enginn veit daginn eða stundina, hvenær nýja árið hefst. Og það er vegna þess, bara mjög athyglisvert. Það þarf að byrja við það þegar menn sjá fyrstu skímuna af nýju tungli. Þegar menn eru sammála það, þetta er nýja tunglið sem þú sér á himninum, þá segir þetta dagurinn og stundin. En þeir vissu ekki hvenær þetta birtist. Og Jesús notaði þetta til að segja við okkur, enginn veit daginn eða stundina fyrir allt í hennu birtir, fyrir allt í hennu sér skímuna á tunglinu, sem allt í hennu sér nýtt tungl hefur kveiknað. Og þetta nýja tungl, það kveiknar alltaf á sama degi við þessa hátíð. Og það er sagt frá þessu í 3. Mósebók, 23. kapitula og 24. versinu. Drottinn talaði við Móse og sagði, tala þú til Ísraelsmanna og sig. Í 7. mánuðinum, hinn 1. dag mánaðarins, skulu þér halda helgihvíld, minningardag með básúnu blæstri. Af hverju það? Með básúnu blæstri. Og Páll notar þetta atriði að þegar hinn síðasta básúna blæs, þá munu undur og tákn eiga sér stað. Hvað mun gerast? Þið getið lesið í 1. Korinthubréfi 15.
þá munu grafirnar opnast og hinir dauðu munu rísa upp. Þá munu þeir sem hér á þessari jörð verða hrifnir upp til funda við Drottinn í loftinu. Erum við að horfa fram á þetta? Síðast þegar gyðingar höfðu þessa hátíð, þá bar hann upp á október. 7. október 2023 var afskaplega þekktur nýársdagur hjá gyðingum, því þá byrjuðu Hamas-liðarnir sitt stríð við gyðingana. Hvað gerist núna í þetta árið? Við hverju megum við búast? Og vitið við hverju við megum búast? Bara Jesús komi. Því hann kemur þegar enginn ætlar. Hver bíður eftir honum? Hver heldur að hann var að koma? Það er bara ein hönd sem að rísa upp. Við erum yfirleitt öll þannig stillt. Þetta gerist ekki. Þetta ekkert að gerast. Verð ekki svona neikvæð, verð ekki svona, verð ekki öðruvísi. En þetta er bara eitt af því sem að ritningarnar tala til okkar og við getum lesið þetta á sögunni hans Móse og Jakobs og Abrahams og Ísaks og þetta er allt saman tengt því hvers vegna kristnir menn búast við því að orð Guðs rætist á okkar dögum. Því að orð Guðs er ekki talað bara út í tómið, það er talað inn í sköpunina og það mun hafa jafn sterk áhrif í okkar tíma og það hafði í annan tíma. Hvernig byrjaði Guð að skapa himinn og jörð? Hann talaði og það varð. Hvað heldur að gerist ekki þegar orð Guðs fær að hljóma inn í þér? Hann talar og það verður. Hvað er ekki margir sem hafa komið til okkar með alls konar vandræði, út af hegðun sinni, út af vitlausu vali, út af því hvað þau héldu að væri rétt og hvað þau héldu að væri best, svo sitja þær uppi með skarðan hlut. Þá þarf Guð að fyrirgefa, græða, lækna, umbreyta og gefa okkur nýja hugsun. Og hin nýja hugsun sem Drottinn vill gefa þér í gegnum Jakob og Rebekku er einmitt það, við megum búast við því að Kristur birtist þá og þegar. Megi náð Drottins Jesú Krists og kærleiki Guðs og samfélag heilags anda vera með ykkur öllum í Jesú nafni. Amen. Takið á móti hennu gróðursetta orði og leyfið þessu orði hafa bæði tök og festu í ykkur. Vitið þið, heimurinn mun ekki segja ykkur frá þessu. Og alls konar skemmtana líf og íþróttir og allt þetta, það mun ekki tala þetta við ykkur. En þetta er fáið að heyra í kirkjunum sem búa við það að predika vonina. Bara hún segir við okkur, við eigum vonar ríka framtíð. Við erum með Kristi allan tíma, það er ekki hægt að bjóða ykkur neitt betra. Við sleppum ekki tækifærinu. Er það nokkuð? Má bjóða ykkur í brúðkaup? Hverju vilja koma? Hverju vilja baka? Brúðkaupið er framundan. Brúðkaupið er þegar við verum hrifin til funda við Drottinn í loftinu, þá mun dauðinn missa af okkur völdin og tökin. Þá verðum við ung, ég er alveg alltaf að vera nógu ungur, en ég má yngjast alveg 50 ár, ég veit það. Þegar við breytumst frammi fyrir Jesú Kristi og við verðum ung á að líta, þá erum við að besta aldri alla eilífð. Og ef við förum eitthvað að hrukkast eða verða gömul í ásýn Drottins, þá bara nálægjum okkur Guði, nálægjumst Jesú Kristi, við borðum af lífsins tré og þar með er öllum málum reddað. Megi Jesús Kristur bless ykkur. Ég mig langar til þess að standið upp. Ég ætla að fá að biðja fyrir ykkur og með ykkur og við skulum bara biðja þess að Drottinn hann geri okkur tilbúin. Eru þið saman? Jesús, þakka þér fyrir að þú hefur fyrirætlun, þú hefur áætlun fyrir okkur og þú hefur sannarlega skýra mynd af því sem við megum tala um. Drottinn, gerð okkur tilbúin. Hjálp okkur til þess, Jesús, að við svíkjum hvorki þig né okkur sjálf. Heldur segjum við þig, hér er ég Drottinn, þú fyrirgef mig syndir mína og hjálpa mig til þess að bíða eftir vonaríku framtíðinni með þér. Þú ert að koma og ég má vera tilbúin að mæta þér. Náð Drottins veri yfir okkur og með okkur, kærleikur hans veri sannarlega hjá okkur, ásýnd hans lýsi yfir okkur og auglít hans. Gef okkur frið í Jesú